og þessi drengur stóð fyrir frammi með skjálfandi nervur og segi mér bara að fara að finnast ég svo ljótur eða þú veist, mér fara að finnast ég svo langt frá því að duga til ég ekki nóg og það ekki séns að ég geti nokkuð tíman átt kærustu eða þetta lent á séns á 0,3 sekúndum kom bara frekar sannfærandi útkoma af mér nakinni að meðaltali var engu að síður 23 mínútur liðu frá því úr stofnaðreikningin þangað til að ég var sýnt í raun og veru efni sem að innifelur kvenfyrirlitningu. Heil og sæl og verið velkomin í Raunheimakasti hlaðvarp sem í boði Balansphone, Stafrænnar velferðar, Nova og Joybox.is. Já, velkomin. Það er rótsalega gaman að segja frá því að það er komin nýr styrktaraðili í hlaðvarpið okkar sem vil láta gott af sér leiða með því að styrkja þetta hlaðvarp og það er Nova. Ég elska hvað Nova hefur tekið þetta upp á sína arma að við séum kannski svolítið mikið bara eins og bananar í símanum okkar. Já, bananaauglýsingin. Já, og ef Banana, og ef þið hafið ekki séð hana, farið endilega á netið og bara googlið Nova bananaauglýsing. Með slóganið, það er eitthvað að bogið við þetta. Já, þau eru með svo rosalega góð slógan. Býtum við, það er símasóun. Já, og þau eru með svona bananamiða sem þau eru búin að vera... Ég svona limmiða. Já, svona dreifa á okkar banana. Já, skrunlaus lífstíll. Þetta er frábært. Skrun er þá íslenska orðið fyrir skroll. Já. Og og auglýsingin gengur út af það. Hún er sett í svona, er þetta 80s umhverfi. Já, hann er svona keyra gamlum Bronco. Já. Að því að við erum án svo vön í nútímanum okkar að það sé allir með snjallsímana hangandi fyrir fram aðeins og bananar. Já. En þarna erum við tekin aftur í tíman og bara, mér finnst eins og þessi að vera að sýna okkur hefði ekki verið skrítið ef að foreldrar okkar, þegar þau voru bara 20 eða 30, hefði bara verið svona. Alltaf í banana í hendinni. Já, einmitt. Hann er að missa miklu í lífinu í þessari auglýsingu við það að stara alltaf á bananan. Akkurat, hann er á deiti og það er stelpa eitthvað að gera sér dælt við hann og hann er alltaf bara í símanum. En annar kostandi að styrktaraðili hjá okkur er líka Balansphone. Já. Og það er skemmtilegt að Nova er mitt með Balansphone til sölu með öðrum ýmsu skemmtilegu en Balansphone gefur út fyrir það að vera að stíla á velferð notandans. Já, svona stafræna velferð. Já, og þeir útiloka allt þetta ávanabindandi. Já, gerir henni bara síman að því verkværi sem hann á að vera. Já. Og útilökum er þess að dating up. Já, það er ekki bara að fara að svæpa til hægri vinstri. Eins og í auglýsingunni, þá má bara fara út að dansa. Já, en Balansphone, hann útilokar alla samfélagsmiðla, tölvuleiki, veðmálasíður, klám, dating up, stefnumóta upp, minna ég. Og er bara verkfæri sem þú þarft á að halda. Getur lagt bílnum og fara á banka-appið og gert allt sem þú vilt. Já, akkurat. Þannig að kíkið endilega á nova.is og skoðiði úrvalið þar. Og fáið ykkur Balansphone. Og kíkja auglýsinguna. Ég elska þessu auglýsingu. Þetta er æðislegt. En til ykkur er komið frábær gestur. Er þú til að kynna hana? Heyrðu, já, vertu hjartanlega velkomin. Hjá okkur situr Þórdís Elva Þorvaldsdóttir. Ég myndi segja að þú berðir þó nokkra titla. Rithöfundur, fyrirlesari og baráttukona er kannski eitthvað sem nær yfir megniða titlanum. Rauði þráðurinn er þá baráttan gegn kynbundnu ofbeldi með sérhæfingu í stafrænum réttindum, bæði hjá börnum og fullorðnum. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Og þú stofnaðir Nordref. Segðu okkur aðeins frá því. Já, Nordref. Nordref er stytting á Nordic Digital Rights and Equality Foundation sem er auðvelt að munnfylli. En já, við erum sérst norræn samtök sem að við stofnuðum ég og konan sem heitir Emma Holten ásamt Fríði Förunhýtti, fólk sem hefur áhuga á stafrænni velferð og stafrænum réttindum. En fyrir, hvað ætlaði þessi orðin, svona 12-15 ár síðan, þá voru við svolítið svona hrópundur í eyðimörkinni, ég og Emma. Ég á Íslandi að tala stafræn mál í skólum þá einna helst. Þá 15 ár síðan, það er þá 2015, afsækið, starffræðikunnáttur mína. Ég bara reyna, setja puttan á hvenær snjallsímanni komu. Já. Það var bara það leita rétt eftir það.
Sko, 2010 eða svona hefst mín vegferð fyrir alvöru í þessu málaflokk vegna þess að þá ég sérst í stjórn Kvennaathvarfsins þar sem ég var stjórnarformaður í nokkur ár og 2010 ég þar í stjórn og við verðum vör við þá sérst öll þjóðin komin á samfélagsmiðla þar á meðal Facebook. Ef við gerum bara svona pínu könnun hér hjá okkur þremur, hvenær munið þið eftir að hafa byrjað á Facebook? 2008 held ég. Það var 2008 hjá þér, já. Frekar en lok 2007. Jú, það var 2008. Já, einmitt. Sko, ég held nefnilega að 90% af þjóðinni hafi bætt sér á Facebook á árun 2007-10. Þannig að 2010 erum við komið með þessa þjöppun og þá fyrir að heyra svolítið aðra sögur frá konunum sem leita í kvennaathvarfið að það náttúrulega aldrei verið auðvelt eða hættulaust að yfirgefa ofbeldissamband. En núna voru þær að segja þá sögu að það væri bara hér útilokað vegna þeirra gagna sem að væri hægt að dreifa þær. Það? Og þessi svona, hvað maður að segja, umskipti urðu svo áþreifanlega hérna á þessum tíma vegna þess að fram að því var alveg vissulega, ofbeldismenn gátu alveg vissulega sett til dæmis nektarmyndir eða annað niðurlægandi eða þið veitir sem snýra einkalífinu á internetið. Það hefur alltaf verið möguleiki bara frá því fyrir aldamót sko. En skaðinn var ekki eins mælanlegur þegar þetta var einhver klámsíða mögulega sem engin umferð var en núna þegar hægt var að setja eitthvað fram í raun og veru á bæjartorginu vegna þess að Facebook var orðið bæjartorg Íslendinga og taka alla sem að snúa þólandanum, yfirmenn, ættingja, foreldra, börn og svona mis. Þegar allir voru komnir á eitt stað, þessi þjöppun á þessi stað, þá bara eru konur að segja þá sögur sem leita til athvarfsins að héðan eftir þá séu þær bara fastar í sínu ofbeldissambandi og þetta opnaði kannski augum mín fyrir því hvað stafræn réttindi haldast mikið í hendur við bara öll mannréttindi sem við njótum í samfélaginu í dag og hvað sko þú getur lokast inni, múrast inni í slæmum aðstæðum ef að stafræn réttindin ekki tekin inn í mynd heildrænt sko. Þannig að þá byrja ég að tala það svona vítt og breytt og fór í fyrirlestraferðir og þá vorum við ekki eins og með hugtök yfir þetta. Þannig að ég svolítið að lendi því að þurfa að búa til orðið yfir hluti sem við vorum þá að sjá. Þá vorum við að tala til dæmis hefndarklám sem alveg afleitt orð. Hvað talað núna? Já, sko bara fyrir þá hlustendur sem vita ekki hvað hefndarklám vísa til að þá var það orð skrípi notað yfir þá iðju að þess að deila nektarmyndum með leyfisleysi af fólki til að valda þeim mitt álitssnekki og bara rjúfa þeirra rétt til einkalífs og friðhelgi og þetta á svo margan hátt slæmt orð að því leiturinn til að hefnd gefur svolítið kynni ef við skoðum þann orðhluta að hefnd eitthvað sem maður gerir þegar búið að brjóta á manni þá maður að svara fyrir sig þannig að það nú setið þessi ábyrgð á þolandan hann hljóta að hafa gert eitthvað rangt fyrst eða gert eitthvað af sér fyrst til að verðskulda þessa framkomu við viljum auðvitað aldrei setja ábyrgðin annars staðar heldur en að herðar gerandans og svo þetta orðið klám sem á heldur ekki við vegna þess að klám eitthvað sem framleitt til að í raun og veru valda kynferðislegri örvun hjá sko í raun og veru óskilgreindum áhorfenda hópi á meðan að fólk sem skiptast á nektarmyndum í innan síns ástarsambands að sjálfsögða að gera það bara fyrir hvort annað og í friðhelgi síns einkalífs sko. Þannig að við þurftum svolítið að leggjast yfir þessi hugtök á sínum tíma þannig að því að byrja að fara stað og fara í skóla og tala við ungt fólk mikilvæg þess að virða samþykki bæði á internetinu og utan til þess að valda ekki hvort öðru skaða og á þeim tíma var þetta svo afturkræft. Nú erum við sem betur fyrr komin að þann stað að það er hægt að taka töluvert til í þeim gögnum sem rata á netið sem varða okkur sjálf en það var ekki upp á tenningnum á þeim tíma. Sko. Hvernig gerur það? Já, í dag eru ýmsir möguleikar. Segjum til dæmis sem maður fyrir því að það væri dreift af manni mynd eða myndbandi sem að væri eftir atvikum annarkvort falsað sem auðvitað hægt að gera núna með mjög lítið fyrirhöfn eins og þessi svona Undress og Nudify upp því miður bjóð upp á og ég prófaði það hér um árið að hreinlega falsa mér nektarmynd til þess að geta sýnt það í mínum fyrirlestrum því að tala ungt fólk
að því mér datt ekki í hug að fara að brjóta á einhverjum öðrum strýpa einhvern annan ég býði fram Já, þannig að ég bara skellti mynda mér inn í svona app og á 0,3 sekundum kom bara frekar sannfærandi útkoma af mér nakinni og sé slíku dreift hvort sem það ekta mynd eða djúpfölsuð mynd sem að setja mann í fram sem nakin eða í viðkvæð með kynferðislegum aðstæðum þá hægt að grípa til ýmissa verkfæri í dag. Ef maður yfir 18 þá til verkfæri sem heitir Stop NCII eða stopncii.org og það verkfæri sem að fer inn á bara alla stærstu miðlana í dag og leitar upp í þá mynd sem þú vilt ekki sé dreifingu, eyðir henni út og býr til henni svona varanlega forvörn. Þannig að það verður ekki hægt að dreifa viðkomandi mynd eða myndskeiði framar. Ég vissi þetta ekki. Þetta til og ef þú ert undir 18 þá til sambærileg tækni sem heitir Take It Down og þar endingin þessast Take It Down og svo það punktur NC neckmec. Það svolítið erfitt að muna þetta url þannig ég mæli bara með að fólk googli Take It Down en sem sagt það bara sambærileg tækni, maður setur inn myndin eða myndskeiðið sem maður vill ekki að sé dreifingu og þá fer þetta verkfæri inn á hátt í 20 miðla og það á meðal alla stærstu miðlana, Snapchat, Facebook, alla metamiðlana, fyrir inn á Twitter, fyrir inn á svona helstu klámsíður sem væri líklega til að hýsa svona efni, Pornhub og fleiri staði og hreinsar efnið út og skapar þessa varanlegu forvörn. Þarf maður eitthvað að sanna að þetta sé ég á myndinni sem ég... Já, það sem maður gerir að maður það kannski helsti löstur þessara tækni að maður þarf að búa yfir myndin eða myndskeiðinu sem verið að dreifa í leyfisleysi. Þannig að ef maður fær bara svona orðróm að það sé verið að dreifa einhver af manni, til dæmis á Snapchat eins og hefur gæst í sum íslenskum málum að fólk fær bara veður af því, að þá staðamanns svolítið veik, en ef maður veit hvað mynd að ræða, eða hvað myndskeið og býr yfir viðkomandi mynd eða myndskeiði, þá getur maður bara farið á þessar áðurnefndar síður og smelt á takka það sem maður beðin að hlaða því inn og fólk þarf ekki að ágjör af því að þetta sé þá bara vist að einhverjum gagnagrunna eilífu, af því það sem þessi tækni gerir að breyta þessi svo kallað hash sem þýðir bara að þetta í raun og stafrænt fingrafar viðkomandi myndar sem að vélarnar skilja en ekki fyrir mannlegt auga að greinast. Mér finnst þetta svolítið mikilvægur upplýsingar út að þú ert úlingur og þetta fyrir gang. Þú veist, hvað margir bara vera svo varnarlausir, eða þú veist, hvað á ég að gera? Akkurat, þetta alveg mjög valgeflandi að vita á þessari tækni og hún í örri þróun. Okkur tamt að tala hvað gervigreindin getur valdið okkur mikilvæg skrávefi og við eigum að vera að tala það, klárlega. En mér finnst kannski fara að minna fyrir samtalinu að það líka svo margt jákvætt verið að þróa. Og það ég býð með mikilvæg eftirvæntingu eftir sambærilegri tækni sem heitir Sasha.eu en það einmitt svona tækni sem býður upp á að myndskeiðum og myndböndum og myndum af manni sem dreift í leyfisleysi sé þá eitt og það ekki bundið við þessa miðla sem eru núna í samstarfi við síðnarsynjandi áðan, heldur þá bara allt internetið eins og að leggur sig. Já, þannig að seinni vefurinn þá þarftu, þú veist, það ekki endilega búið að gera samninga við eins og Meta. Já, ég skil. Já, fyrrnefndu 2, Stop NCII og Take It Down eru í samstarfi við alla svona helstu, stóru samfélagsmiðla í dag en þú veist, það mýgrútur af öðrum vefsvæðum sem að efni gæti einhvað síður ratað inn á. Já, hún bara królar allt. Já, en Sasha.eu, þegar að því verður, sú tækni verður aðgengilega okkur, ætti að dekka allt internetið. Frábært. Þannig að það svona styrkir verulega stöðu fólk sem að gæti orðið fyrir þessari tegund ofbeldi sem við köllum auðvitað ekki lengur hefndaklám, heldur köllum í dag bara stafrænt eða myndrænt kynferðisofbeldi. Já. Það fæði mig bara líka til að hugsa svolítið, þú er ekki að tala um þetta, en barnaklám. Að þessi gervigreindarlausnir ætti þá að geta hjálpa til með það, að hreinsa það upp allt saman. Jú, algjörlega, og Take It Down einmitt fyrir fólk undir lögaldri, það að segja börn. Já. Það að segja einstaklingur undir 18 ára. Og Take It Down í samstarfi við Interpol. Þannig að allt sem berst til Take It Down fer beint inn á borð alþjóðalögreglunar vegna þess að réttarstaða barna sterkar í stærri rými heldur en fullorðina
og það komið lengra samtalið finnst mér í alþjóðarsamfélaginu að orð eins og barnaklám sé mitt af sömu ástæðum og hefndarklám í raun og ekki gott orð til að lýsa athæfinu sem slíku. Í Svíþjóð talaðum bara kommersiell sexuell exploatering, það að segja í raun og bara misnotkun barni í hagnaðarskyni. Akkurat. Að þetta sé þess slags myndefni sem auðvitað, þú veist, langt og ekki sérlega þjált en miklu meira lýsandi fyrir athæfi sem ber fyrir augu. Einmitt. En að því að það dvelst oft ekki á þessum helstu stóru miðlum, heldur einhvers staðar á mjög dimmum stöðum á internetinu og að því að þú varst að tala þessa nýju tækni sem ég man ekki hvað þú sagði nú héti sem fer ekki allt netið. Já, Sasha.ru. Sasha, væri það ekki frábært vopn gegn þessu? Nú veit ég ekkert þetta, sko, ég bara... Jú, algjörlega, sko, þessi verkfæri eru náttúrulega bara mjög handhægt til að hafa með sér í barninu og ég veit að lögreglunni vil nota þau nú þegar. Og svo má við þetta bæta að svo við njótum þeirra réttinda sem bara stafrænir borgarar að mega láta þurrka okkur út úr stórum gagnagrunum. Þannig að ef við yrðum fyrir því stelpur sem að bara því miður hefur gerst í íslensku samfélagi að viðkvæm efna okkur dreift í okkar óþökk og næstur einhver googlar okkur að þá eru bara leitaneyðustöðunar á fyrstu síðunni undirlagðar af efni sem birt í óþökk okkar og leyfisleysi og jafnvel tenglar á alls konar myrka afkema internetsins og klám og annað. Að þá sérst hægt að sækja the right to be forgotten eða rétturinn til að láta gleymast og bara að maður fari að byrja með hreint borða á til dæmis Google í leitavélum Google, svo dæmis nefnt. Þannig að ekki nóg með að það hægt að hreinsa efnið út með áðurnefndum verkfærum, heldur líka hægt að fá að byrja bara hreinlega með hreint borð þannig að fólk getur ekki alltaf nálgast gamla tengla á skalett efni, sko. Þannig að það ýmislegt í boði fyrir þá sem verða fyrir myndrænu eða stafrænu kynferðisofbeldi eða annars konar. Ég hugsa bara núna sko hina hliðina þeir sem hafa gert eitthvað bara fengið dóma og eitthvað sem maður vill googla bara til þess að vinkonum hans að deyta einhvern og bara heyrðu kíkta eins að þessa frétt eða eitthvað. Er þetta líka hægt? Vissulega, ég meina þú þarft ekki ég myndi ekki vilja fórna hinum fyrir það sko. Akkurat sko, en þetta er algjörlega réttmætt ábending að ég held að fara ekki manngreinar álit, þú veist, ég held að ef þú sækir að láta þurrka út úr leitavél að þá Google ekki sérstaklega að spurja hverjar ástæðinar eru fyrir þeirra ákvörðun, sko. En jú, vissulega væri það hægt. En dæmd dómsmál, þau eru ekki með talin hérna. Í þessu dæmi sem þú taka, ef ég þyrfti bara vegna þess að ég ætlaði kannski viðskipti við einhvern og ég myndi vilja vita að sá aðili væri ekki óprúttinn, þá get ég þetta farið á domstólar.is og flettu, sko. Já, en það færi aldrei gegnum Google. Einmitt, leitaneyðustöðunar myndu þá ekki vistast á sama hátti í leitavélinni. Þannig að ef þetta væri bara fréttin á Vísi eða þú veist, svoleiðis fréttamiðli og nafni væri ennþá inn á Vísi en Google myndi ekki sækja þaðan. Akkurat, þá eru sko leitaneyðustöðunar eru þá ennþá á upprunalega miðlinum en þeim ekki haldið til haga hjá Google. Google myndi ekki vísa áfram á viðkomandi efni. Já. Yes. Þetta mjög nýtt fyrir mér, ég alveg hissa hvað illa að mér í öllu þessum sem þú ert að segja, þessi tæki. Já, það svo mikilvægt, þess vegna svo þakklátt fyrir að það hafi boðmenninga í dag, því að það svo margt í boði sem fólk bara hreinlega veit ekki af, en svona róa taugarnar og sérstaklega hjá okkur foreldrum sem að eigum við sko ramman reipa draga, það ekki auðvelt, það hefur aldrei auðvelt alveg börn, sko. Það sérstaklega erfitt í dag. Og þú komst svo vel að orði hér daginn, Anna-Laug, þú vorum að ræða þessi mál, hvað í raun og veru með sko vindin í fangið foreldrar í dag. Já, ég ofta að hugsa þetta, en ég að því ég tala mikið um skjánotkun barna og það ég vil að börn séu ekki á samfélagsmiðlum og ég vil að börn séu ekki á snjallsímum og ég fæ mikið í hendurnar það að við foreldrar eigum að bera ábyrgð, þetta er eitthvað sem við eigum bara að stíga fast í jarðar og ekki gefa þeim þessi tæki og ekki gefa þeim aðgangur sem snjallsímum og samfélagsmiðlum og ég svo sem alveg sammála því að við foreldrar þurfum að bera ábyrgð. En bara því að eitthvað sé okkar ábyrgð þá þýðir ekkert endilega sé okkar að kenna. Og það ekki okkar að kenna að við séum með margra biljóna dollara hagnaðardrifin tæknifyrirtæki að gera allt til þess að ná athygli barnanna okkar. Hugsaðir. Og það mjög erfitt að leggja þetta á okkur foreldrana.
við erum með samfélagslegan þrýsting, við erum með bara þrýsting frá börnunum sjálfum, suði sem fylgir þessu, við erum sjálfa á þessum miðlum og við vitum ekkit almennilega kannski hvað er rétt og hvað er rangt eða hvað er gott og hvað er vont. Við þurfum að afla okkur rosalega mikið af upplýsingum til þess að taka þessar ákvarðanir eða til að vita hvað er rétt í þessari stöðu. Ég hef ekki tíma fyrir þetta, ég veit alveg hvað ég þarf að skoða, ég bara hef ekki tímið það. Og síðan erum við bara með þessi hagnaðardrifin tæknifyrirtæki sem eru að leggja allt í það að ná athygli barnanna okkar. Og að mér finnst það ekkert skrítið, mér þætti skrítið við værum búin að standa hérna föst á fótum bara, við ætlum ekki að hleypa þeim inn. Bara sjálfsög staðan svona eins og hún er, bara með þessum linnulausum auglýsingum og menningarlegum þrýstingi og samfélagsþrýstingi sem hefur orðið að bara bæði foreldrum og börnum. Hins vegar er það samt núna okkar ábyrgð að stíga fast í jarðar, segja nei og taka bara ákvörðun sem henda fyrir okkar fjölskyldu. Þannig, já, ég heyrði ekkert um að dæmi, það er eins og ef þú labbar ekkert um út úr húsinu og myndir ekkert um að opna hurðina heima hjá þér og fyrir utan húsið þetta væri kornabarn. Það er ekki þér að kenna að þetta barn sé þarna, en það er núna að koma á þína ábyrgð að taka barni inn og gera eitthvað, hvort sem það ringja lögguna eða gefa þig að borða eða taka inn í hlíuna eða eitthvað. Þannig að þetta er sikkur hluturinn, ábyrgð og ég veit ekki af hverju ég fór í þessa raunu hérna, en bara... Þetta er bara góð punktur. Mér finnst að við mættum alveg sína foreldrum smá mildi stundum. Algjörlega, sko, ef við horfum bara til kynslóðurinn sem ól mig upp, það er að segja foreldrar mínu, kynslóðum fyrir ofan mig, þá, þú veist, það að bera ábyrgð á öryggi og velferð barns, þú veist, það var bara svolítið dekkað, skilur, þegar maður kemur heim úr skólanum, maður er bara komin í hús, maður er bara komin á sinn griðastað í lífinu og bara á meðan það var til matur og húsaskjól og ástin á heimilinu, að þá varst bara svolítið búin að skila þinni ábyrgðarskyldu. Og það var líka sko meira þorp á þeim tíma. Við erum bæði búin að missa þorpið og með þetta hangandi yfir okkur. Nákvæmlega og sko og í dag þá tröllleið samfélaginu fyrir 1,5 ári kannski sería sem hét Adolescence á Netflix sem að brá upp bara hvað þessi veruleikir allt annar í dag að barn kemur heim úr skólanum og sparkar af sér skónum og hendur skólatöskunum frá sér í fórstofunni og þarna hefði þú veist einmitt starfi okkar bara svona svolítið lokið bara barnið komið örugt var, það er komið heim bara á meðan matur í ískapnum og þú veist ástríkt eyra inn á heimilinu þá er bara þú veist öryggi svolítið tryggt en þú veist, en bara þegar barnið sparkar af sér skónum og hendur af sér töskunni í andirinu og fer inn í herbyggi þá fyrst byrjar í raun og veru hættan sko, því þarna sest drengurinn í umrættri seríu bara niður við tölvuna eða síman og í raun og veru sko svona smám saman róttækni væðist í gegnum efnið sem er haldið á honum á samfélagsmiðlum og það verður svona hægfara heilaþvottur. Já, ég kalla þetta mitt bara heilaþvottur og finnum þetta bara hjá okkur sjálfum, við erum enginn er ónæmur fyrir þessum heilaþvotti sem verður til staðar í algoritmanum, hvað þá börn og fólk á öllum aldri og ég horfi á þessa algoritma eins og þeir eru hannaðir í dag þetta er bara, þetta er hreinn og beinn heilaþvottur og við þurfum að horfa á það þannig. Það er svo mikil tröppun nefnilega á þeim sko. Þannig að það er eitt af því sem við Norðref höfum gert, við höfum tekið þátt í ýmsum verkefnum og eitt af því sem við gerðum undanfarið ár var einmitt að skoða sko hvað algoritmanir er að halda að ungmennum og við vorum mjög innblásin af rannsókn sem kom út fyrir 2 árum í Írlandi þar sem að City of Dublin University bjóð til 10 svona hreina reikninga það er að segja á símtækjum sem voru ónotuð þannig að það var ekki einasta mynd á kameraról og ekki eitt einasta símanúmer í símaskráni þannig að það var ekkert sem hefði að hafa áhrif á gagnasöfnun eða gagnaöflun símtækisins eða hvað algoritman kjósa sína. Þessir 10 símar voru síðan skráðir 5 á YouTube Shorts og 5 á TikTok og voru skráðir sem í eigu 16 til 18 ára drengja. Og svo var sett í gang og í raun og veru bara að byrja að skrolla. 5 af þessum drengjum voru gefin svona kannski hefðbundnari áhugamál á borð við íþróttir, fótbolta, tölvuleiki og annað. Svo 5 af þeim gefin áhugamál sem kannski svona daðraðins við það sem við köllum the manosphere. Það er að segja svona karlmennsku ímyndir í stafrænu rými sem þurfi ekkert allar að vera neikvæðar, það þurfi ekkert allar að vera innan gæsleppa eitraðar eins og við köllum það stundum. Heldur bara, þú veist, það að hafa áhuga á með hvað linsu við horfum á karlmennsku í gegnum og hvað það þýðir að vera karlmenns framvegis. En þetta
það skipti engum tógum að hvort sem þú varst drengum áhuga á fótbolta og tölvuleikjum eða drengur sem varst að dara svolítið við þessa karlmennsku hugmyndafræði að meðaltali var engu að síður 23 mínútur liðu frá því úr stofnaði reikningin þangað til að ég var sýnt í raun og veru efni sem að innifelur kvenfyrirlitningu, skilaboð sem að innifela í sér einhvers konar undangröft á jafnrétti og þá erum við að tala allt frá því að konur ekki fá að kjósa yfir ég þar ég bara sinna hefðbundum kynhlutverkum, verið á heimilinu, það sé ekki marktækar, ekki að vinna út á atvinnumarkaði og svo framvegis. Þannig að svona það sem við viljum meina að ógni kvenréttindum er efni sem var haldið að viðkomandi drengjum og nú þarf ég að setja gæsalappir því að þetta voru þetta rannsakendur sem voru þykjast vera unglingsdrengir en svo var upptröppunin ofboðslega hröð. Þannig að ef að drengirnir stöldru við þetta efni eða sýndu því áhuga sem er auðvitað í mannlegu eðli að gera, hvort sem úrst sammála innihaldina eða ekki, þá er í mannlegu eðli að staldra við efni sem að gengur í berhögg við viðteknar hugmyndir. Ýmist þínar eigin viðteknar hugmyndir eða viðteknar hugmyndir samfélagsins. Af því að það dettur bara okkur andlitið. Við bara, býtu, hvað var ég að heyra? Býtu, ef konur ekki fá að kjósa? What? Og þegar maður rekst á svona efni, þá er bæði eðlilegt að staldra við það, að því að maður er í vantrú hreinlega. En það er líka eðlilegt að spóla tilbaka og bara, var ég að heyra því rétt? Þetta. Og þegar maður gerir svoleiðis, bæði þegar maður staldra við, en tala nú ekki ef maður horfið tvisvar á umdelt efni, að þá maður er að senda algoritmunum sko svona supercharged skilaboð að hér er ég með mikinn áhuga. Mikinn áhuga þessu efni. Þannig að sérst í könnuninni, eða þessari rannsókn sem gerð var í Írlandi fyrir 2 árum, þá margfaldaðist efnið sem að drengjónu var sýnt af þessum kvenhatandi toga upp að því marki að innan 3 tíma var 76 til 78% af öllu sem þeim var sýnt efni sem að innifól kvenfyrirlitning. Það er að segja 76 til 78% var af þeim meiði í fréttaveitunni þeirra. Þannig að þeir eru komin á miðilinn, þá beið þeirra Andrew Tate, Jordan Peterson, Myron Gaines og fleiri af þeim svona stóru röddum sem tala til dæmis á þá leið að konum sjálfum sé að kenna ef þeim er nauðgað. Svo ég nefni dæmi. Þannig að leið og þetta er að gerast, þá erum við líka að sjá þetta stóra bakslag í jafnréttismálum. Ekki bara sem snúa konum og stúlkum, heldur við erum líka að sjá það gagvart öðrum minnihlutahópum, við erum að sjá það gagvart hinsegin samfélaginu og fólk er að furða sig á þessu hvað er að valda þessari viðhorfsbreytingu en við sem vinnum innan þessa umhverfis og erum að sjá í raun og veru þessa bara svo ég fáið lána orðið hjá henni Ennulaufi þennan heila þvott er þessi stað í svona markvissum skilningi inn á samfélagsmiðlunum. Við erum minna hissa. Því auðvitað hefur þetta mótandi áhrif á viðhorf og auðvitað veldur þetta svona ákveðin normaliseringu. Ef að 75% efninu sem er sýnt í raun og veru gefið til kynna að sé eðlilegt að finnast konur ekki vera sambúðnar þér sem kallmanni eða finnast konur ekki eiga erindi í leiðtogastöður. Og ef þetta er sagt nú oft og nómörgum áttum, þá er ekkert að undra að þetta fara að setla inn í kollin á ungum kallmennum og hafa áhrif á skoðanir og afstöðu til jafnréttismála. Við eigum að nota tæknina. Tæknin á ekki að nota okkur. En hvernig finnum við jafnvægi í nútíma samfélagi? Stafræn velferð býður upp á fræðslu fyrir foreldra, nemendur, fyrirtæki og félagsmiðstöðvar. Farðu á stafrænvelferð.is og hafðu samband. Það kemur líka ekkert á móti þess að því algoritmin virkar þannig að það er bara það sem veikur áhuga og við erum að vinna með ákveðin frá negativity bias. Þannig að það sem er rauninni neikvætt, sjokkerandi, grípandi, stríð, einhverja ofsafengnar skoðanir, eitthvað gera lítið úr öðrum eða eitthvað sem er svona neikvætt, það grípur athygli. Og við erum gerð í rauninni, mannfólk er bara þannig við leitumst í þetta neikvæðna af því það eru áhugaverðar og mikilvægir fréttir fyrir heilun á okkur heldur en þetta jákvæða og síðan líka bara hlutir eins og hreyfingar, bara eins og dansmyndbönd og svona, þú veist, ef það er eitthvað hreyfingu þá erum við gerð þess að líta og staldra við og horfa á það af því að þannig bara lifið það af í náttúrunni eða eitthvað var hreyfingu þá þurftum við að sjá hvað það var, annars myndum við kannski bara deyja. En það er líka, þetta er mjög áhugaverð þessar rannsóknir og ég var til að sjá fleiri svona rannsóknir. En ég heyrði líka af einni, ég get ekki sagt nákvæmlega hver hún var, því ég man það ekki akkurat núna, en það var, ég heyrði rannsókn það sem var gert svipað við stelpu aðganga og þær voru bara á undraverðum skömmum tíma fljótar að fá svona anorexíuefni. Þannig að
þetta kannski bara ungar stelpur sem hafa bara áhuga á íþróttum eða eitthvað og síðan kemur bara hvernig misti ég svona mörg kíló svona hratt eitthvað og það staldra við og bara já, hvernig og svo bara verður þetta verður og áður en við það þá verður þetta bara komið með alvarlega anorexíu sjúkdóm og ádröskun og þetta getur bara mjög alvarlegt. Já, en þannig erum við aftur sko að sjá að hlutir sem eru á jaðrinum þú veist, og eru á jaðrinum vegna þess að eru einmitt umdeildir og sjokkerandi og ganga gegn viðteknum gildum að það er einmitt það sem stuðar og þegar það stuðar og fólk staldra við það þá er algoritmi byggður eingöngu til þess að það er auka tíma okkar við skjáin. Þú veist, það er hagnaðarsjónamið og gróðarsjónamiðin vega þyngri en öryggisjónamið. Þannig að með því leitinu til gerist það þetta að stuðandi efni að það fær okkur til þess að staldra við þá eykst sýnileikið þess því algoritmin er hannaður til þess að gera nákvæmlega það. Þannig að þá er fleirum sýnt þetta stuðandi efni sem þarf ekki endilega að vera sko einmitt kvenfyrirlitning eða líkamskaði eitthvað svoleiðis, getur verið bara eitthvað sko algjörlega fárunlegt, bara eins og jörðins í flöt þetta er bara kenningar sem að gangi berhögg við bara viðkennd vísindi eða þú veist að mislingasprautur séu hættulegar eða eitthvað slíkt og þá fleirum sýnt þetta efni þannig að það færist af jaðrinum inn á miðjuna og fer að hafa áhrif á sín fólks á heiminn, sín fólks á heilbrigðisvísindi, sín fólks á líkama sinn, sín fólks á samskipti og svo framvegis. Þannig að þarna sjáum við líka bara svona fyrir bara eins og Flat Earth Society það er að segja samtök fólk sem trúa raunverulega jörðins í flöt er bara búin að 300% faldast. Ég held að þetta væri lygi þegar ég heyrði þetta fyrst sko. Nei, síðan er það sko, það er fólk hana sem kannski trúir því að jörðins í flöt og það sem ítir undir það í algoritmunum er allt fólki sem er svo reitt yfir því að ykkur trúir að jörðins í flöt og er að kommenta að þau séu hálfvitar yfir að halda þetta og maður sér þetta svona rage bait og þetta er mjög algengt að rage baita eins og ég veit eina ég var að lesa bók sem heitir Like, Follow and Subscribe og eða við það ekki bara hvernig eða svona barna efni, hvernig foreldrar sem eru með svona efni fyrir börnin sín og eru bara að byggja lífið sitt að svona child influencers hvernig þeir byggja bara business fjölskyldunar á þessu og það er ein kona talaði með sem og ég hef séð hann á netinu að hún er með svona plastdiska hún er svolítið svona illa fyrir kölluð eða svona með svona úfið hárið og svona ekki skítuðum fötum og eitthvað og er svona hvernig ég gerir matinn fyrir börnin mín og kastar svona frosnu eða illa eldu eða brendu mat svona gjörunu mat á diskana það hlýtur að leggjast illa í fólk og það triggerar fólk svo mikið og það fer að kommentakerfið og bara þú ert vond mamma og þú ert bara hvernig getur þú gefið börnunum með að borða og þú veist og hún bara halar inn peningum á þessu efni af því að fólk er svo reitt og það er bara kommentar og deilir og bara við þolum þetta ekki og getur ekki hægt að horfa sko þetta fer svo í töðuna þeim þetta virkar, þannig virkar algoritmi sem varst að nefna, rage baiting sem að við getum bara alla íslensku með að segja bræði beita það er gott að bræði beita það fara að nota það ég meina þetta kjarnar algjörlega það sem ég var að lýsa að segja það að stuðandi efni þú veist, egnir okkur þetta er beita, þetta er agn sko. Og það er, þú veist, hægt að hlæja því þegar að ræða, þú veist, þá trú að jörðin sér raunverulega flöt, en það er minna fyndið þegar það verður mislingafaraldur í Oregon, í Bandaríkjunum, þú veist, að sjúkdómur sem var búið að útrýma, en núna fara, þú veist, kosta bara lífið á ný. Þannig að ég er steinhissa, stelpur, að það sé ekki miklu meir og stærri pólitísk umræða þetta. Ég sammála. Að þetta sé ekki bara eitt af aðalmálum í stjórnmálum dagsins í dag, vegna þess að sko, það er ekki mörg ár síðan að það var bara hápólitíska ákvörðun hver satt í ritstjórastóli fjölmiðla. Muni höggbylgjuna sem átt sér staðar Davíð Oddsson settist í ritstjórastólinn í Morgunblaðinu 1000 áskrifenda hættu eða fannst þetta of þarna væri samruni blaðamennsku og stjórnmála of mikill fyrir sinn smekk. Í dag erum við að horfa á það að 6 stórfyrirtæki eiga algoritmana sem hafa allt dagskrárvald á öllum helstu miðlum þar sem efnum ber fyrir augu okkar. Þannig að ritstjórn innan gæsalappa er komin í hendur örfárra á heimsvísu.
Af því að sko ritstjórnarvaldið núna í höndum tækni sem hefur það eina markmið að halda okkur sem lengst í skjáin og auka gróða hluthafa í stað þess að í raun og veru hvað hagnast samfélagið á, hvað styrkir böndin okkar, hvað gerir okkur greindari, hvað gerir okkur betur stakkbúin til að búa saman í sátt og samlyndi og eiga þessa plánitu og takast á við loftslagsvá og stappa stálunni hvert annað. Þess í stað verið að sundra okkur svolítið markvist vegna þess að sundrun og úlfúð heldur okkur meira við skjáin. Hún gerir það að því að þú sér eitthvað sem hún var einmitt rosalega reiður yfir eitthvað frá hinu hliðinu, þannig að þau eru með þessar skoðanir og svo farið að rífast um það á netinu. Við og hinir, einmitt. Og mér finnst ég sá það í okkar rannsókn sem við reyndum í framkvæmd í nóvember síðastliðnum, að þá sá ég að það sífellt meira svarthvít nálgun á málefni, einmitt vegna þess að það skipar fólki í herdeildir og ekki nóg með að algoritmin gerir þetta var mikið, að bara svona ákveður að já, þú var ákveð þessu allir sína sífellt meira því og þá skapast þessi bergmálshellir og í raun og veru lítið sem brýtur það upp. En ég sé það bara líka hjá hefðbundnari miðlum, bara tökum svona gamla fjölmiðla á borði Daily Mail, að þeir eru sífellt meira í þessari skautun að setja fram kannski umdeild fréttamál og svona með hverjum heldur þú, veiti. Svo að bara ég nefni nýlegan ágreining milli leikkonunnar Emmy Watson sem lék í Harry Potter seríunni, lék Hermione og höfundar Harry Potter, J.K. Rowling. Það áttu í skoðanágreining á síðast ári í raun og veru réttindi transfólks og stöðu þeirra. Og það var bara endurtekið sett fram á netinu sem ertu með það á móti. Út af fólk hefur svo sterkar skoðanir. Já, þau vildu, þú veist, fá... Akkurat, og bara því að, þú veist, með því að draga okkur í dilka þá hægt að halda okkur lengur við skjáin, fá okkur til að rífast innbyrðis, því að þá einmitt við og hinnir. Í stæðan fyrir að taka viðkvæmt mannréttindamál að borða við þetta sem að að ræða minnihlutahóp sem á undir högg að sækja og gefa því öll þau blæbrigði og allt það gráasvæði sem að þarf á að halda. Vegna þess að það ekki hægt að taka mannréttindi með svarthvítum tökum eða líffólks og setja þetta svarthvíta linsu. Við verðum að geta átt í blæbrigðum og flóknum og djúpum samtölum og ekki afgreiða sem með það móti. Og þetta var sama við eins og við sáum þetta í kosningunum í Bandaríkjunum í fyrra og jafnvel hérna heima að þú veist, ef þú kýst svona eða hinsegin þá ert þú bara ekki lengur hluta fjölskyldunni. Eða bara ekki, þú ert ekki lengur vinu minn, skilur, eða ég á stefnumótuöppum og ég deyta engan með þessar skoðanir, eitthvað svona, það bara Já, og slaufunarmenning hefur kannski ítt undir þetta. Já. Að slaufunarmenning svolítið svona svarthvít sín og þetta náttúrulega á styrum í Bandaríkjunum þar sem að þeir eru með 2 flokka sem náttúrulega alveg flokka, þú veist, við erum pínu lítil eiga þjóð út í Ballarhafi og við erum með 11 flokka, skiljið. Þannig að það vera með 2 náttúrulega bara algjör sturlun og það ítir enn frekar undir svona við og hinnir blátt eða rautt, svart eða hvítt, skiljið. Þannig að það bara ekki gott í mannlegu samfélagi að reyna að draga alla inn í 2 mismunandi flokka. Við erum bara miklu fjölbreyttari en svo og við njótum svo góðs af því að leyfa fjölbreytileikanum að njóta sig. Við lærum svo mikið af því. En líka þú ert bara búin að setja því inn í 1 flokk og svo hitt fólki í hinum flokknum, bara í sama hvað málefni snýst, að þá heyrir aldrei aðra hlið. Og þú nennir ekki eins og að heyra aðra hlið. Algoritmiðin sýnir aldrei hina hliðina og ef þú myndi heyra hina hliðina þá nennir ekki að hlusta á það einu sinni. Þið finnst það bara ekki nú spennandi. Bara nei, þetta ekki að par við það sem mér finnst. Þannig að... Já, og kannski finnst okkur líka hegðun sem til fyrirmyndar ekki nógu spennandi. Nei, ég held það líka. Að bara fólk sem talar saman einhver erfið málefni, kurteisislega. Ég reyndar verð að segja að mér fannst forsetakosningarnar í Íslandi frábærar. Að þeir á sama tíma voru forsetakosningarnar í Bandaríkjunum sem ég fannst ömulegar, að því það voru báðar bara, þú ert hálfviti, nei, þú ert hálfviti, nei, sko, þú ert meiri hálfviti, og þetta var bara svona fram og tilbaka og ég bara, á hvað er ég að horfa? Síðan voru íslensku kosningarnar og þá man ég eitthvað, var ekki Ásdís Rán
Jú, hún spurði Katrínu Jakobs Já, ég glemði aldrei hvað finnst þér eitthvað eins og ég sé að bjóða mig fram og hún bara... Nei, hún sagði kyntakni eins og ég. Já. Ég ætla alltaf að segja það. Ég þarf að nota þetta líka. Algjörlega. En Katrín var bara svo kurteis og hún bara, minnst það bara frábært og þetta var ekki á sama pari eitthvað, þú ert bara, áttu ekki skilja að vera, þetta var ekki eins. En svarið var akkurat, ég ætti við það sem ég var að lýsa að það verða að vera til pláss fyrir kyntáknin líka. Algjörlega. Fjölbreytileikinn er svo, hann er okkur eðlislegur. Mannlegt samfélag er fjölbreytt. Þannig að það er frábært að fólk eigi sér sem flesta málsvara og sem flesta skoðanir fái brautagengi og einmitt þess vegna ættum við að hafa meira ágjörðum við höfum af algoritmum og eins og ég segi, við erum kannski heldur ekki nógu spennt fyrir hegðun sem er rétt. Við erum kannski ekki að þyrpast að TikTok að horfa mannflokka rusli sitt sem er þetta mjög góð hegðun fyrir samfélagið að við flokkum rusli okkar en það er kannski ekki sexy áhorfs, skilji. En hér er ég á þeirri skoðun að það sé ekki nóg að við bara reynum að handstýra algoritmunum okkar og heyrðu, já, ég verð þá bara að horfa á fólk klappa hundum til þess að þetta gera algoritman minn næs. Það er ekki alveg þannig. Hér finnst mér bara að við ættum að leggja miklu meiri þrýsting á herðar okkar fulltrúa, okkar yfirvalda og stjórnvalda að í raun og veru skikka þessi tæknifyrirtæki til að virða þau lög sem búið að setja þessa málaflokka. Til dæmis einu lögin sem í raun og veru ná almennlega utanum algoritma sem eru frá 2024 og eru því búin að vera gildi í 2 ár en við hefum ekki séð þannig árangur sem ég myndi vilja sjá en þau eru samin af Evrópusambandinu og heita The Digital Services Act en er oftast bara að tala sem DSA. Og þar kemur mjög skýrt fram að algoritmar meiga ekki forgangsraða öðru en öryggi notenda. Það er ekki leyfilegt að vera með gróðasjónamið sem að myndi þá ráða ríkjum umfram öryggi notandans sem slíks. Þannig ég mætti ekki vera með eingöngu sjokkfaktor, þar segja ég mætti ekki prómotera til dæmis andfélagslega hegðun eða morð eða glæpastarfsemi eða eitthvað slíkt sem gæti þá ógnað þjóðaröryggi eða öryggi samfélags jafnvægi. Ég yrði að fara eftir svona ákveðnum lágmarkskröfum bara, notendaöryggi og hafa ákveðið gagnsæ þar sem að bæði yfirvöld og sjálfstæði rannsakendur að fá innsýn í hvernig algoritmiðin virkar og þeir eru skyldur til þess að veita þessa innsýn. En eftir 2,5 árs reynslu af þessum lögum þá erum við að sjá bara stórfelld brot gegn DSA bæði af hálfu samfélagsmiðla eins og TikTok og fleiri en TikTok til dæmis er að brjóta svo í bága við DSA að þeir standa frammi fyrir að þurfa að greiða 6% af hagnaði sínum í sekt fyrir að hafa ekki veitt í raun og veru þetta innsæi í hvernig tæknin þeirra virkar og ég er hrædd að þeir vilji frekar falla á spjótið og borga sektina og halda áfram uppteknum hætti heldur en að í raun og veru laga sig að þeim kröfum sem sjálfsagt er í nútíma samfélagi í raun og veru öryggi notenda. En ef þau borga, ef þau fá sekt fyrst og ítöku brot, er þetta alltaf bara leim sekt eða er aldrei önnur viðlög ef það er ítöku brot? Hvað kemur þau að borga ekki sektina? Þetta er allt mjög góða spurningar. Ég held að hafa ekki reynt á það ennþá. En við verðum að athuga það að við erum að tala marga milljarði ef ekki triljónir. Nú erum við komin í tölur sem að ég get ekki eins og sagt, ég kann ekki svo að nefna þær en við erum að tala að 6% af þeirra hagnaði er náttúrulega stjarnfræðilegir fjármunir það er örugglega eitthvað sem að en ég held að sé bara smottir í miði við það sem þau fá fyrir. Já, algjörlega. Og ég held að þau líti svo á að það sé þess virði að borgarinn þetta gjald fyrir að halda uppteknum hætti vegna þess að hagnaðin er bara slíkur af því að í raun og veru stíu okkur í sundur. Og við hefum aldrei þurft meira á samstöð að halda að vilja meina sem mannlegt samfélag heldur hún gerir núna vegna þess að við erum að standa frammi fyrir stærstu áskorunum sem við höfum fengið í hendur bara sem mannkinn ef við horfum til loftslagsvár og annara úrlausnarefna sem við þyrftum raunverulega geta staðið saman.
Þannig að þetta mjög viðsjáveri tímar að í raun og veru vera að forgangsa gróða stórfyrirtækja á kostnað okkar sem að þurfum að lifa af, sko. Nú ætlum ég að brjóta allar reglur þegar kemur að algoritmadrifnu efni og vera jákvæð. Já, en leiðilegt. Nei, ég rosa vongóð og ég hef reyndað að færa rauk fyrir þessu. Ég veist, sumir algjörlega ósammála mér, en allan skiptir ekki máli, ég held að þessi umræða sem á sér stað núna, sérstaklega þegar kemur að samfélagsmiðlabönnum barna, eins og Ástralía tók í fyrra stórt skref og banna börnum innan 16 að vera á samfélagsmiðlum. Það gengur, þú veist, bæði vel og illa, ég meina, en þetta bara fyrsta skref og ég sé fyrir, og það núna Indónesía búin að taka sama, taka upp sömu reglur og svo England að fara á næsta ári að taka upp svipað og við vitum að þetta gerast í Norðurlandunum líka. Þannig að boltinn farin að rúlla. Við erum farin að banna börnum að vera á samfélagsmiðlum. Og þá byrjar þetta samtal þessa virkni í öppunum sem í raun eru skaðalegi parturinn. Það þetta endur svo skroll, það þessi algoritmadrifna efni, þessi athyglis-hagfræði, notifications, likes, allt þetta sem það sem að gera þetta svona ánabindandi og skaðalegt börnum. Og þá, eins og hvað annars sem skaðalegt börnum, þá kannski líka meiri meðvitund við fullorðið fólk að þetta líka kannski skaðalegt fullorðnum. Þegar við erum búin að ganga þetta langt að við séum búin að banna börnum að vera inn á svona samfélagsmiðlum og þetta mun taka ykkur ár og taka tíma og mikla fræðslu og bara langan tíma að þá líka opnast markaðurinn svolítið fyrir vörum sem eru ekki þetta. Það opnast markaður fyrir bara nýsköpun í til dæmis nýjum samfélagsmiðla plattformum og við sjáum þetta nú þegar vera að gerast. Við sjáum til dæmis á Íslandi bara þó nokkur svona lítil samfélagsmiðla komin upp. Það Púlsinn og hvað var það þarna strákarnir gerði daginn slappið og fleira. Já. Við veit að fólk ekkert að drífa sig þangað inn endilega inn á þessar vörur en þetta alveg komið til að þetta í boði fyrir fólk sem vil vera inn á þessu. Líka bara vörur eins og Balansfón og fleira þar sem þú bara einfallega kemst ekki inn á þessar samfélagsmiðla. Fólk það eru mjög margir fannir að leitast í það að vera ekki inn á þessum vörum. Ég veit mér sem úlingar sem bara vilja núna fá sér takkasíma. Þau bara komið ógeð. Það búið að ofbjóða okkur svolítið. Bara heiminum. Og ég held að þetta ekkit endilega á risaskala, en það allavega einhverjir þarna sem eru bara komið ógeð og nennis ekki og vilja breyta til. Og leið og þau fara að gera það, þá fer kannski boltinn að rúlla. Ég á til dæmis vinkonu sem bara grjóthörð, bara ekki grjóthörð, þú veist, hún alltaf í símanum. Þú veist, hún bara rosa mikið að samfélagsmiðlum, rosa mikið í símanum, hún bara finnur það sjálf og hún hatar það. Og henni langar að hætta. En þá veit bara ekki hvað þetta kom í staðinn og það vantar eitthvað í staðinn. En ég finn það bara að fólk komið með ógeð og vill eitthvað aðra lausnir og ég held að það muni koma fleiri lausnir og ég sá mér, ég var að lesa það í Frakklandi að þá núna eru öll ríkisreikin fyrirtæki, þau eru hætt að nota Microsoft Azure fyrir gagnagrunnina sína, heldur vilja gera franska sína eigin tæknivöru til þess að geyma gögnin sín bara upp á gagnaöryggi og bara öryggi landsins. Þannig ég held að það sem að fara að gerast að þessi tæknifyrirtæki, þessi 6 fyrirtæki eitthvað sem bara eiga heiminn núna, að þau að fara að missa kunnuna. Þau eru búin að ganga pínu langt og þau eru búin að ofbjóða okkur. Þetta svona mín vonaglæta að við séum að fara að sjá okkar breytingu. Ég algjör sökkar fyrir vonaglætum. Og mér bara alveg hellingstilefni til vonar og við getum líka bara horft til þess að það hægt að taka heimsforystu hér og Evrópa hefur verið svona hægt gert það. Ég meina, DSA Evrópulöggjöf, en að því að Evrópa nógu stórt notendarsvæði, að þá hefur þetta alheims áhrif, þú veist, að því að tæknifyrirtæki bara á borð við Meta geti raun og veru ekki haldið út í vörur sem ólík, eðlisólík í Evrópu og í Bandaríkjunum. Það bara of flóki í framkvæmd og bara of kostnaðarsamt. Þannig í raun og veru það að Evrópa sé að setja hærri standard, þú veist, hefur þá í raun og veru svona
ripple effect, svo ég sletti á ensku, sko. Og hér geta á Norðurlöndin líka tekið bara ákveðna heimsforstu. Það var ekki ekki. Og við getum verið stórasta land í heim ef við viljum, að þeir leitinu til að við getum sagt bara og sendt skýran tón og hér norrænt samstarf bara alveg gullið. Norræna ráðherranefndin náttúrulega eitt elsta alþjóðasamstarf í heiminum og hún gæti sendt mjög skýr skilaboð á þá leið að Norðurlöndin hafa alltaf verið leiðandi í bæði réttindum fólks, það segja almennum mannréttindum. Núna er þetta búin að vera bara leiðtogi í jafnréttismálum myndi farna áratugi, en við höfum líka verið fremst í flokki að gæta réttinda barna. Það hefur alltaf verið sterkust réttstaða barna á Norðurlöndunum á heimsvísu. Já. Þannig að við höfum verið leiðandi í öllum þessum flokkum, sko. Þannig að við ættum að geta beitt okkur, tala nú ekki ef Norðurlöndin stæðu saman, í því að skapa þrýsting að lög eins og DSA sé framfyllt, að sé mitt ekki bara hægt að sleppa því að borga sektin eða fara ekki eftir lögunum og skapa þar með í raun og veru þetta svona alþjóðlega þrýsti afl sem að ég held að við gætum hnika til nálinni ef myndi verða til, sko. En já, þannig að þarna ég ekki á þeirri línu að einmitt foreldrar bera ábyrgðina eða að hér geti einstaklingar tekið til í sínum algoritma. Ég held að verðum að hugsa stærra og ég held að verðum raunverulega hér að gera þá kröfu að okkar þjóðkjörnu fulltrúar og okkar yfirvöld taki sér saman að beita þrýstingi á æðstu stöðum af því að það þarf hreinlega að ganga svo langt. Og svo vil ég líka koma aðra vonaglætu og það bara það að við höfum verið hér áður í veraldarsögunni. Við höfum verið nákvæmlega þessum stað áður þar sem að hefur orðið ákveðin samruni geirans, að segja sérhagsmuna og yfirvalda. Og við höfum þetta verið uggandi sem heimsbyggð yfir því sem við sáum til dæmis í Bandaríkjunum þegar Trump settist í forsetastólinn og það var bara öll tækni elitan á fremsta bekk, bara Zuckerberg og allir tækni dútarnir, Jeff Bezos og svo framvegis, milljarðamæningarnir sátu þarna fremst. Og þessi samruni það sem gengu í raun og eina sæng sérhagsmunir og bara stjórnvöld. Það auðvitað alltaf til ágæð því þar að koma með uppskrifta spillingu og græðgisvæðingu og í raun og að það sé hólaða innan þessir innviðir sem svo mikilvægir fyrir að samfélagi þrífist. En hér höfum við staðið áður og við horfum bara til síðasta svona stóra heimsveldi sem reiða til falls, bara til Rómar, að þá var ekki ósvipuð staðið på teningnum þegar bara Caligula og hans sérhagsmuna auðuga fólk sem stóða að honum, þar að segja svona elítan sem að satt á fremsta bekk þegar Caligula reiði ríkjum í Róm, að það trúði enginn að það gæti reiða til falls, að í raun og þessi samþjöppun valds og auðs gæti nokkuð tíman átt sér endalok, sko. En auðvitað eru við núna mörgum árum síðar reynslunni ríkari, en það það sem að gefa líka ákveð til vonar, ef maður horfir á veraldarsöguna að þá hefur svona staða verið på teiningnum áður og valdið hefur farið aftur til fólksins og í þáu samfélagsins þegar það öllum þótti það óhugsandi. Þannig að ég ætla bara að halda fast í það líka. Að valdið eftir sem áður hjá okkur, sama hvað þeir vilja telja okkur trúum. Að þá megum við aldrei missa sjónar á því. Takk fyrir þessa samlíkingu. Það var rosa góð. Ef við bara gefum hann svo mikla von. Þegar þú ert eirðalaus og rétt við það að fara að taka upp síman og byrja að skrolla, vantar þið þá ekki eitthvað á skrifborðið til að fikta í. Kíkt á joybox.is og skoðaðu gleðina. Langaði líka aðeins að bara tala við um þína fyrirlestur og þína fræðslu sem þú ert með fyrir unglinga. Og kannski getur sagt okkur bara eins frá því. Já, akkurat. Sko, það sá krókur beigðist þarna fórum dag þegar ég var í kvennaatkvörinu og áttaði mig á því að stafrænt ofbeldi var að svona loka þeim fáu útgönguleiðum sem að í boði höfðu verið fyrir fólki í ofbeldissamböndum, sko. Og ég fór þá og talaði við 17.000 börn og foreldra á einu ári. Ég bara átti ekki frí dagstelpur. Wow. Hey, mér lá svo mikið á hjarta og þar sem ég kom að þá var gjarnan staðan svo að ég var fyrst til þess að tala um þessi mál og það var svo mikil svona hungur meðal krakkana. Af hvað árum var þetta? Og foreldrana. Það var árið 2015 sem ég fór hennan stóra
fyrirlestarhring og fór þá í raun og veru í hvert krummaskuðu landsins nánast og talaði. En það var gjarnan þannig að það má tera sömnál þetta í fyrirlestunum að því börnin bara voru svo þyrst í þetta efni. Það var svo bara mikil þorsti meðal krakka að loksins kom einhver til að tala við þau það sem þau voru að lifa og hrærast í. Sem betur fyrir hefur það breyst og sem betur fyrir fleiri aðilar að sinna slíkri fræðslu í dag. Hver var þá yfirskriftin þessa fyrirlesturs? Sá fyrirlestur hét Ber það sem eftir og var einmitt með það markmiði að skilja í raun og veru samþykki og mörk í stafrænu rými og þá var staðan svolítið þú varst ber það sem eftir ef nektarmyndaðir fór í umferð og sjálfsög held ég alltaf til haga ef að nektarmyndaðir fór í umferð í þína óþökk þá var samt ábyrgðin að sjálfsög ekki þín ef það var einhver að gera slíkt í leyfisleysi og án samþykkis þá var það bara eins og öll önnur hegðun sem án samþykkis það er sjálfsög þá brot gegn þeim sem að hegðunin beinist að en já, sem sagt á þeim tíma þá byrja ég að tala við krakka og ég áttaði mig á að það var enginn að sinna neinu sambærilegu þá og sko þörfin var slík að þegar ég var búin með fyrirlesturinn að þá var strolla svona halaróa eftir mér og ég þurfti stundum bara hreinlega að bakka út að bílnum mínum og bara krakkar ég get ekki, ég var búin að taka kannski aukalega klukkutíma í viðkomandi skóla bara að hlusta frásagnir og taka við fyrirspurnum frá krakkum sem bara voru eins og ég segi, þú veist, algjörlega svelta á þetta samtal og ég hugsaði, þetta gengur ekki, ég get ekki verið eina manneskjan sem að sinna þessu, það þarf heilan her, þú veist, það ein konur ekki nóg, hvað ef ég fóbrotna, flytta af landibrottu eða eitthvað sem ég gerði reynda nokkrum árum síðar, þá flytti ég erlendis nokkur ára skeið, en ég hugsaði, það þarf bara að búa til sjálfbærni í kringum þetta og búa til samfélag sem getur sinnt þessu, þannig ég hugsaði, hver til dæmis að sinna svona almennri kynfræðslu og mörk í svona innilegum og nánum samskiptum og það var þá helst á herðum skólahjúkrunarfræðinga. Þannig að ég menntaði bara alla skólahjúkrunarfræðinga og bara bauð þeim fræðslu og fekk þær til mín og það er náttúrulega miklu meðluta konur sem sinna því starfi. En sérst útbjóð þær með öll þessi hugtök og í skilning á stafrænum mannréttindum og mörkum og samþykki og framvegis og bara í raun og veru fræðslu hvað sexting felur í sér. Í dag tala krakkar ekkert sexting, það er svona alveg, þú ert mjög miðaldra að segja sexting, sko, þau tala náttúrulega bara að flexa og senda nudes og svona. Já. En það er einmitt eitt af því sem Norðreif hefur líka gert. Við smíðum svona lítið spjallmenni, ef svo má orðið komast, það er að segja lítið svona eggaldin sem er orðið ansið svona þekkt tákn fyrir nektarmyndasendingar tippamyndir ef við ætlum að vera alveg nákvæmar sko. En þetta litla eggaldin spjallar við þig mörk og alveg raun og vera án allarar skammar þannig að sko ef þú ert ungur einstaklingur sem ert að velta fyrir þér nektarmyndum ímist einhver búin að biðja þig eða þú ert að spá í hvort þú að senda öðrum eða langar að bara ekki neitt. Það skiptir ekki máli hvar þú stendur með þína skoðanir og langanir að þessi litli eggaldin botti eða þetta spjallmenni bara ræðir við þig mörk og hvernig þú getur ímist dregið mörk utan þig ef þú verður engan áhuga að taka þátt í svona myndsendingum eða samskiptum að þessum toga eða líka hvernig þú getur þá kannað hver mörk hins aðeins eru og gætt þess að þú sett alltaf að verða samþykki hverju skrefi ef þú hefur áhuga á að skiptast á efni að þessum toga. Þannig að það er svona eitt af mörgum litlum verkefnum sem Norðreif hefur gert einmitt til þess að auðvelda ungu fólki að eiga þessi lífsnauðsynlegu samtöl í kringum þessi fyrstu skref sem fólk er að taka á sviði ásta og kynferðismála í stafrænu. En ég man ekkert hver spurningin varst. Já, ég ætla bara að tala fyrirlesturna. Já, fyrirlesturna í dag, akkurat. Jú, síðustu 3 ár hef ég talað við, eða allir þessu ekki án 4 núna, þetta er 2006, jú. En ég hef talað við líklega kringum 10.000 framhaldsskólanema. Ég hef búin að fara þó nokkra ferðir í framhaldsskólan á höfuðborgarsvæðinu. Ég hef búin að heimsækja 14 skóla á síðustu misserum og er þá einmitt að tala sko bæði þessi mörk í stafrænu rými en líka bara stafrænar réttindi svolítið svona heilt yfir og er núna að byrja að taka gervigreinina svolítið meira inn í þessa fyrirlestra og í raun og veru gera þeim ljóst að sko
þar sem að stafrænt ofbeldi getur átt sér stað í meðförum mannesku, þar að segja við getum auðvitað beitt hvort annað hatursorðræði, við getum driftmyndum í leyfisleysi, við getum hakka okkur inn í eða með einhverjum hætti rofi friðhelgi hvort annars á internetinu, en allt þetta getur gervigreind líka gert í dag. Þannig að áður fyrr sneri fræðsla mín svolítið að því að við vissum hvar við staðum gagnvart hvort öðru og hver réttast að okkar væri gagnvart hvort öðru, en í dag þarf ég svolítið svona að taka líka inn í mynda að það getur jafnvel verið vél að baki þeirra brota sem að eiga sér stað í stafrænu rými og hver er þá réttur minn. Þannig að þetta er svolítið flóknari og svona marglaga umræða í dag sem hefur bæði kost og galla í för með sér, sko. Mér langaði að spyrja það meitt sem ég hef langar rosalega mikið að tala meira en fólk verið mikla vörn í kringum þetta, en það er staðsetning á börnum. Ég persónulega ákveði það að ég ætla ekki að fylgjast með staðsetningur á börnunum mínum þegar ég alveg þau upp núna næsta árin, en margir eða flestir foreldrar gerir þetta og ég meira sér að fengi skammir í rauninni frá foreldrum fyrir það að vera ekki að fylgjast með þeim sem punkt á korti. Ég er svo hræddum að þetta að við sem alltaf fylgjast með börnunum okkar sem lítinn punkt á okkur korti sé að trufla í rauninni hvernig þau upplifa hvað sé eðlilegt og hvað er ekki eðlilegt í svona stafrænu eftirliti. Mamma elskar mig, hún fylgjast með mér á korti, þannig að kærasti minn elskar mig, þá lítur hann að þurfa líka að fylgjast með mér á korti. Hefur eitthvað talað þetta eða pælt í þessu? Já, algjörlega, og ég meina í sumum af þessum miðlum er þetta bara hreinlega innbyggt eins og SnapMap á Snapchat og það er bara full ástæða til þess að hafa varan á sér gagnvart SnapMap. Hvað með þetta bara Live 360? Já, akkurat. En bara svo ég klári það að þá er bara fullt af krökkum sem að einmitt hafa kveikt að því mamma eða pappi vilja að þau geta fylgst með punktakorti en áttar sér síðan ekki á því að það er þá fleiri sem geta þá séð einmitt staðsetninguna og það var bara því miður fallið dómar í málum þar sem að fólk sem að hefur verið að minnstunda börn eða að leita því upp í bara kynferðislegum tilgangi að getur náttúrulega séð hvar þið eru hverju sinni og ekki nóg með það. Þetta er svo nákvæm tækni, þú getur bara nánast segið hvað íbúð í fjölbýlishúsi barni niður komið, sko. Þannig að þetta er alveg, það bara alls ekki að vanmeta hversu nákvæmt þetta er í fyrsta lagi og í öðru lagi að það var líka skapast bara, hvað maður segja, andleg vanheilsa meðal ungra notenda sem hafa til dæmis orðið vör við það að allir punktarnir á SnapMap af bekkjafélögunum eru í einu húsi en mér var ekki boðið. Þannig að það er augljóslega partí eða augljóslega einhvers svona gleðistund í gangi sem ég var ekki velkomin í. Þannig að þetta hefur skapað bara kvíða og orðið til eineltis og sundrungar hjá ungmennum, sko. Þannig að mér finnst bara full ástæða til þess að fólk hafi svona illan bifur á svona staðsetningatækni og noti hana ekki nema mjög vel yfirlöður á því. Varst það þú sem sagði mér þetta að þau sem væri mest taugaveikluðu notendanir á snjallsímum? Já, varst það ekki þú sem sagði mér það? Jú, akkurat, bara einmitt komið pínlítið inn á sko, hvaða er sem að krakkarnir í dag eru að vekja athygli mín á. Að því að þau vilja mjög gjarnan ræða mörg hver málin við mig bæði fyrirlestrum og eftir. Og það er mjög margt sem brennur á þeim, sko. Eitt sem að mér kemur til hugar er að þú varst að nefna áðan að stúlkum er sýnt svona anoreksu efni eða efni sem kannski ítur undir listastól og annað. En það kom til mín 16 ára drengur nýnemi í framhaldsskóla og bað mér að bæta við áhrifavaldi sem er að halda alls konar skaðlegu efna drengjum til þess að í raun og veru þeir breyti útliti sínu til þess að eiga meiri séns í stelpur og þar eru svona skaðlegi hlutir eins og að berja sig í andliti með hamri til að breyta beinabyggingunni í andlutinu á sér og sprauta sig með peptíðum og annað og þú veist, drengir undir lögaldri, það vera að halda þeim styrum og svona veist af því að það er bara búið að grafa svo undan sjálfsáldi mínu þannig að þetta er svona eitt af mýmörgum atriðum sem að Magnar hafa gert sig grein fyrir þessari stöðu. Akkurat, og hann bókstaflega baði mig, getur þú bætt þessu inn í fyrirlesturinn og gaf mér nafni á þessum áhrifavaldi og bara, ég þarf að heyra eitthvað fullorðin tala um þetta til að taka frá mér þessu tilfinningu eða minnstakosti gefinni nafn. En já, það sem þú ert að nefna, Anna Laufey, er annað sem að hefur
endurtekið skóla upp á fyrir mínar í þessum fyrirlestrum og það að sko við erum búin að gera ágætis átak í því að þjappa okkur utanum krakka sem að verða mitt fyrir því að viðkvæmu myndefni dreift. Það að segja krakkarnir sem verða fyrir stafrænaði myndir en kynferðisofbeldi að þau svona vita flest að það ekki búið að senda mér tippamyndan leyfis eða dreifa af mér myndum eða pressa á mig að senda mér myndir. Að þú veist, þarna þau flest komið svona grunnskilning á að það ekki í lagi. Hins vegar finnst mér við hafa sofnað á verðinum og ekki gert nú gott mót í því að kenna börnum að þau eigi rétt á friðhelgi og megi setja mörk og megi eiga engalíf sem að enginn má svipta þau. Og þannig einmitt sko standaðu mjög höllum fæti krakkar sem eru í svona manipulatífum samböndum. Hvort sem það eru ástarsambönd, þar að segja eiga mjög stjórnsaman kærast eða kærustu eða mjög stjórnsaman vinahóp eða þú veist að það sé eitthvað svona ráðuríki í kringum þau. Og sko krakkarnir sem ég hef hitt sem eru verst farin og þú veist eru mest taugaveikli og tætt á sálinni eru krakkar sem að eru í samböndi sem verður að segja við þau, þú veist, ef þú elskar mig eða ef þú treystir mér, þá fæ ég aðgang að, þú veist, ég fæ lykilorðinu þína öllu, ég fæ lesa öll þín skilaboð, ég fæ að ákveða við hvað þú ræðir á netinu, ég fæ að, þú veist, fara í gegnum vinahópiðin og hreinsanir mér sýnist svo, ég fæ að lesa öll þín skilaboð framvegis. Og og þau eru alltaf að vera að sanna að þau séu trú eða trygg eða verðug vináttunar eða verðug ástarsambandsins. Og svo gerir þetta verkum að þau einangrast. Það held að mér stúlka í skóla sem átti með mjög ráðríkan kærasta sem að heimtaði þetta. Bara yrði að fá að lesa allt og vera með fingurna í öllu sem hún gerði í símanum og í sinni stafrænin tilveru. Og þetta gerði þetta verkum að vinkonur hætti að tala við hana, hætti að treysta henni fyrir nokkrum sköpum hlut vegna þess að þær vissu að það færi allt í eyru kærastans. Þannig hún einangraðist alveg félagslega og var algjörlega undir hælnum á honum og var síðan komin í raun og verið þessa klassísku fílustjórnunar aðstæður þar sem hún svaraði ekki strax í síman eða svaraði ekki strax skilaboðum að þá átt hún bara vona á öllu illu. Þannig að þetta eru krakkar sem að þóra ekki lengur í bíó að því að það eru 90 mínútur sem þau þurfa að hafa slögt á símanum. Eða fara ekki lengur í sund eða þau eru bara alveg með þandar taugar og tækið í hendinni einhvern veginn og eru algjörlega búin að missa sjónar á því að þau eiga rétt á þetta mörk, þau eiga rétt á friðhelgi og þau eiga rétt á engalífi. Algjörlega, mér finnst það bara takk fyrir að segja þetta og þessi réttur að aftengjast sem ég finnst að við hefum að gefa börnunum okkar tilbaka og sjálfum okkur líka af því að við erum í rauninni þannig samfélagi að það á að vera hægt að ná í okkur á öllum stundum en við þurfum að fara að berjast fyrir þessum rétti okkar og barnan okkar að aftengja okkur og vera ekki alltaf tilbúin í að svara öllu skilabúðum hvort sem það er á nóttunni eða í sundi eða í bíó eða hvað sem það en líka þarna, langar bara að hamra á þessu réttur okkar til þess að fólk veit ekki nákvæmlega hvar þú ert á öllum stundum, af því að það er ákveðin friðhelgi að það veit enginn hvar þú ert, ákveðið traust, ákveðið ábyrgð að þú veist, ég geti keyrt bæinn og það er ekki eitthvað að horfa á mig sem punkt og korti. Algjörlega og sko ég þarf alveg að passa mig stundum að því ég bara komin á fremsta hlun með það að skrifa bara afsakaðu hvað ég svara seint, þú veist 90 mínútum eftir ég fæ skilaboð bara nei, það er ekkert seint að svara ekki umsvifalaust. Það er svona elska í e-mail að það er eiginlega það er talið eðlilegt að þú takir þér allan á daginn í að svara e-mailum sko. Nákvæmlega. Þannig ég er bara e-mail samskil sem algjörlega. Það er líka ekki að sjá sín á e-mailum. Og það er annars sem fólk máli vita. Það er hægt að taka það af, stillinguna, hvort að þessi sín ekki. Þannig að bæða WhatsApp og Messenger, sem eru kannski svona mest notuð samskiptaforritin, að það er bara hreinlega hægt að aftengja þetta. Þannig að fólk veit ekki hvort þú ert búin að sjá eða lesa það sem þú sendir þeim, eða það sem ykkur fer í milli. Og mér finnst það svo mikilvægur réttur til einkalífs. Að fólk veit ekki að því að leið og það veit að ég er búin að lesa eitthvað þá myndast þessi ósýnilega pressa þessi óyrta pressa akkurat, byrja að tikka, byrja nú 3 tíma sem hún sást þetta og ég er ekki ennþá búin að fá svar, hvað veldur en þú veist, en það aftengi það og þetta heitir read receipts það er að segja lesturskvittun ef maður fer bara og afhakkar að þá er ekki lengur í raun og veru þessi fítur sem leifir hinum aðlanum að sjá hvenar þú last eitthvað
og mér finnst þetta óbúslega mikilvægur svona hornsteinn í engalífinu mínu og bara minni friðhelgi að það kom ekki öðrum við hvenar ég les eitthvað. Vegna þess að stundum, þetta er líka svo villandi, stundum opna maður skilaboð sem maður hefur ekki tíma til þess að veita sko gaumgæfilega athygli þá stundina en það þýðir ekki að maður sé að hunsa þau. Nei, alls ekki. Og sko nú er ég mikill aðdáandi hljóðskilaboða, hljóðskilaboð æðisleg. Ég held að þeim munu bjarga heiminum, bara fólk að skiptast á lungum hljóðskilaboðum bara alls svona problem solving, þar er framtíðin sko. Við Kristín gerum þetta grimt. Já, algjörlega sko, ég var bara vonsvikinn ef hljóðskilaboð og vinkonum mín sko, minn en 7 mínútur, þá var ég bara vonsvikinn. En svo kemur það alveg fyrir að ég er ekki með heyrnartólina á mér eða bara ég er ekki aðstæðan til þess að taka mig 7 mínútur í að hlusta og þá er bara bagalegt að það kom út eins og sín og það kom út eins og ég sé að hunsa eitthvað þannig að finnst mér einmitt bara svona réttu hvers og eins að þessi svona vöktun á manni sé ekki fyrir hendi eða maður hafa minnstakosti vitneskinu að það sé hægt að aftengja þessa vöktun. Þetta er frábært, ég vissi ekki af þessu. Ég stúdera þessar hluti bara allan daginn, þannig ég bara takk fyrir að kenna mér þetta. Þetta er bara eitt hakk. Ég ætla að gera þetta leið og við erum búin að taka upp af því að ég er margar barna móðir og er alltaf að lenda í þessu að sjá okkur skilaboð og gleyma því síðan að svara og svo get ég ekki séð að ég hafi séð þau og fólk heldur að sé búin að hunsa það og ég bara gleymi algjörlega að svara þessu fólki. Það sem gerist ef það er ekki sín er að fólk segir, Anna er kannski hægt að nota Messenger, best að hringi hana. Og þá fæ ég símtur sem ég finnst miklu betra. Nei, sko, máli er bara, ef fólk sér ekki sín, þá leifir að þér að njóta vafans. En máli er bara, við eigum að vafa skilið. Nákvæmlega. Hvort sem við lesum ekki, við eigum alltaf vafan skilið. Af því einmitt, við gætum verið aðstæðan þar sem við erum ekki færum að svara eða erum ekki færum að veita þessu málefni þá athygli sem á skilið eða erum ekki með réttu tólin eins og bara heyrnartól eða hvað nú er. Þannig að bara við eigum alltaf vafan skilið og þetta gefur okkur hann tilbaka með bara einu haki. Eða við erum í kringum börnin okkar og það er alltaf að vera að skamma okkur fyrir að vera símanum fyrir svona börnin okkar og við eigum bara ekki að gera það þannig að það er bara fínt að þetta er bara frábært. Ég ætla að gera þetta leið og takk fyrir þetta. Ég ætla að gera þetta leið og við erum búin að taka. Alltaf læri ég eitthvað nýtt. Já, þetta er svona kannski það sem fólk getur tekið með sér og allt hitt. Ég ætla eitthvað svona að spyrja í lokin sko, þú veist hvort þú væri meira fylgjandi því að bara hafa ekki snjallsíma þá er að tala um börn og úlinga veist, og ég ætla ekki endilega að tala um aldur bara ekki snjallsíma eitthvað fram eftir aldrei hvort sem við tala um þú veist 13, 14, 15, eitthvað 16 eða sko vera chillar á snjallsímanum og vera meira á tánum við sérstætt á hvaða öppum barnið er eða hvernig þau skilja bara allt það sem þú hefur að segja veist, þessi mörk og þetta samþykju og allt þetta Kristín ætlar að opna þessu ormahólu bara rétt árum Ég ætla bara eitthvað og 10 sekundur, getur þú svarað svo 10 sekundur Nei, það er ekki sko, þetta er náttúrulega grunnurinn, mörk og allt þetta þú veist, það verður alltaf að vera en veist, og hvort sem það sést þú persónulega sem móðir eða hvort að þú hefur þessa skoðun og ræður bara hvort vinklinu þú svarar en eistu höttu máli, nei þú ræður myndirðu Þetta kannski sama pælingu að þegar foreldrar voru að versla áfengi fyrir börnin sinn og segja þú veist ég vildi frekar þau bara drökku brísir heldur en vodka og ég ætla að kaupa 3 brísar en ekki þú veist að þau myndir retta sér landa eitthvað svona. Ég skilji sko. Svo ég farið 10 sekundarlegina að markinu. Það er til ótrúlega góð enskt orðtiltæki sem eru ekki tekist að snara nógu vel yfir á íslensku en það er you can't child-proof the world but with education you can world-proof your children. Já, þannig að þú veist, ég held að sko klárlega já, það er gott að fresta snjallsíma. Það er gott að fresta henni fram eftir aldrei og reyna að halda þessari ávanabindandi heila þvottartækni frá börnum og meðan að staðan er eins og hún er og þessum öryggisjónarmiðum er ekki sinnt með betri hætti en þeim er í dag. Hins vegar held ég að sko bönn virki aldrei til lengdar og sé ekki holtur upp í staði. Ég held að við þurfum að sætta okkur við að svo dagur mun rannu þar sem að þau verða hluti af þessu samfélagi og þá þurfa þau að hafa grunn sem er gagnrýnin. Þess vegna er þetta enska orðtiltæki gott að því leitin til að með því að gefa gagnrýna hugsun og veita ákveðnar upplýsingar og gera þau garði þannig að þau fara inn á netið með ákveði veganesti að
að þá erum við búin að gefa þeim í raun og veru þetta svona world proofing eða þar að segja setja sko síuna inn í þau. Að því við getum ekki sí allt internetið þá þurfum við að búa til síuna innra með barninu sjálfu og þar bara skiptir hvert ár máli. Vegna þess að hvert ár sem þau fá undir beltið til þess að í raun og veru öðlast meiri þroska og gagnrýna hugsun og innsæi vinnur með þeim þegar þau síðan fara inn í þetta villta vestur sem að internetið í dag sko. Þannig að svarið ekki svarthvítt og ég ekki 10 sekundur en það á þá leið að frestun góð og nýta tíman þá í að tala við þau að einmitt taka öllu sem fyrir augu ber á netinu með svona ákveðnum skeptisisma eða þar að segja kokleipaði ekki hrátt og að setja ákveðin spurningamerki við hver hagnast á því að halda þessu sjónarmið að mér. Að vera alltaf í raun og veru forvitin hvaðan heimildir koma og hver gæti grætt að því að ég tilengi mig við sjónarmið og það gott fyrir mig og bara fara með það hugafara stað inn í stafrænu veröldina okkar sko. Já, því að börnin okkar munu öll einn daginn fara að taka þátt í þessu umhverfi. Já, og þau verða að vera samkeppnishæf í þessu umhverfi. Þannig að við erum heldur ekki að gera þeim neitt greiða með að halda þeim frá sko, stafrænum miðlum til lengdar eða kenna þeim ekki á gervigreind eða á þessar hluti sem eru komnir til að vera. Við erum ekki heldur að venda þau með því. Þetta ákveðin bara jafnvægislist og þar vinnur tíminn með okkur eftir leitum til að aukinn þroski dregur úr þessari hvatvísi sem að einkennir barnæsku. Já. Þannig að það er alltaf betra að geyma snjallsíma eign og ég er ekki 100% á því að svona einföld aldursviðmið leysi allt. Ég held að þau gefi foreldrum verkfæri. Þau gefa foreldrum verkfæri en það er rosa munur á 16 ára ungling og 16 ára ungling. Þarna getur við haft 2 mjög ólík þroskastig á sama aldursári. Þannig að ég held að sé rosalega erfitt að nálgast af stóra spurningar eins og þetta með svona einu pennastriks lausn en ég er alveg sammála því að gefa foreldrum viðmið. Það breytir öllu. En síðan erum við eins og bílpróf. Þú verður að vera 17 til að taka bílpróf. Nákvæmlega. Og það er ekki allir 17 úlingar eins, sem eru ykkur sem akast og bavíanar og aðrir eru mjög skynsamir. Algjörlega. Þannig þetta ekki bara svipað? Þetta bara svipað. Þá verðum við að hafa samt einhvern punkt þar sem allir standa saman. Ok, 17, þá farið þú að taka bílpróf. Þóttu sér mjög þroskaður, þá farið ekki að gera það fyrr, þú verður að vera á 17. Það þýðir samt ekki að þú sért ekki hluta umferðinni, þú getur labbað, þú getur hjólað, þú getur tekið strætó og það byggist upp með þroska og aldri, hvað þú mátt gera, hversu langt þú mátt fara frá heimilinu og hvað sem mikið við gert sjálfur, en þú mátt ekki gera bílinn fyrir nú þú 17, allan ekki einn. Ég horfa á þetta bara nákvæmlega eins og við þurfum að fara að byggja upp þessar umferðarreglur á netinu í kringum börnin okkar og setja bara svona skýra reglur og mörk og hvað þýðir að vera með símapróf, bílpróf eða samfélagsmiðlapróf. Nefnilega og við erum með mikla kennslu í kringum það en við höfum svolítið bara verið að setja börnum borði í faratæki sem interneti og bara svona senda þau á stað. Akkurat, gangið vel. Án mikils veganistis. Þannig að ég held að það sé eitthvað sem að okkar kennslu sem að kann núna án alls í svona netvön að þú veist, foreldrar okkar var náttúrulega bara enga einstakbúin þau vissu ekkert hvernig þetta umgangast þetta internet í sínu uppeldi á okkur en við erum auðvitað með betra veganesta því leitum til að við svona stundum betra víi vitandi það sem við vitum það sem býður barnan okkar og samt vitum við ekki nándar nærri nóg En síðan kemur Gen Z seta kynslóðin svo þau eru að fara dætt í það bráðum að verða foreldrar mörg þeirra og þá held ég helviti breytist af því þau vita rosa mikið. Við gerðum könnun á viðhorfi ungs fólks á Norrlöndunum sem við kalluðum If I was boss of the internet. Það er að segja, ef ég fengi að ráða netinu í einn dag, hverju myndi ég breyta? Og við spurðum ég held að hafa enda með að vera 1200 úlingar, meðalaldurinn var 17 ára, hverju þau myndi breyta á netinu og þetta var í Finnlandi, Svíþjóð, Danmörku og Íslandi og ég var hissa hvað þeir eru rosalega íhaldsum. Þau bara vilja miklu meiri hörku, miklu meiri regluverk, miklu meiri takmarkanir. Þetta er vonarklæta. Já. Þau eru rétt fyrir þér. Ég var að segja að krakkar eru bara ógeð. Þau eru með ógeð á lögleysunni og þau vilja þessi erfiðar að nálgast þau vilja að það sé miklu
meiri flöskuháls, þannig að ókunnir geti sett sig í samband við þau, þeim finnst það mikill miður hvað það er auðvelt fyrir ókunnugt fullorðið fólk að áreita þau vilja miklu meira svona, sveitur ensku svona content moderation eða bara yfirumsjón og ritstýring á því samtali sem fer fram á netinu og 98% þarna datta mér andliti sko, en 98% af finnskum ungmennum voru spurð hvort þau vildu meiri viðveru fullorðina á netinu í þeim rýmum sem þau eru, svöruðu þau játandi, voru bara já takk, bara alveg sama hátt og þú ferð í félagsmiðstöðina í hverfinu að þú vilt ekkert hafa fullorðna fólki andan dón í hálsmálaðis, þú vilt geta staðið hans afsís og hangið með viniðinum og verið í púl eða verið að hanga, en ef það kæmi eitthvað upp á eða myndi gripa sig rifrildi eða slagsmála eitthvað í hópnum, að þá er fullorðin í kallfæri, skilji. Og þau bara, við viljum sama á netinu, við viljum ekki vera ein á netinu ef það fer allt í bál og brand, þá viljum við að sé fullorðin sem sér, sem er bara í návíi og getur grepið inn í áður en eitthvað eskalerar eða fyrir böndunum sko. Ég hef líka heyrt það svolítið frá þessari kynslu að þau eru svolítið reið út í okkur aldamóta kynsluðina fyrir að hafa í rauninni eyðilagt internetið bara með einhverju gervigreinda rusli og ógeðslegum algoritmum og bara er þetta ekki fyrir gott á okkur? Jú, getur ekki bara taka ábyrgð bara já, það er rétt, við sofnum á verðinum og við ætlum að gera betur og þarna segja Anna aftur við lítilmagnin við meðum ekki gleyma því að valdið er og hefur alltaf verið á fólkinu þar er valdið sko. En við eigum bara að setja meiri þrýstinga og stjórnvöldin okkar sendi tónin á þessa staði þar sem hann þarf að heyrast hátt og skýrt í hjátæknifyrirtækjunum og að fara sér eftir þeim lögum sem við höfum smíðað saman. Okkar þjóðkjörnu fulltrúar hafa smíðað og DESA er góð byrjun. Þessi Digital Services Act, þetta er góð byrjun og við erum náttúrulega lögbundin að Evrópulögum Ísland að við erum í Schengen. Þannig að þetta er eitthvað sem við ættum bara að líta á sem okkar hagsmunamál og við getum verið stórasta landi heimi hérna. Við getum það. Við getum bara algjörlega tekið alheimsforustuna í að skapa þennan þrýsting sem þarf að skapa. Við gerum það bara. Já, það ekki. Jú, við erum byrjað. Þetta var glæsilega loka orð og við gætum talað í allan dag. Algjörlega. En við þurfum að fara að segja þetta gott í dag. Bara takk kærlega fyrir að koma og ræða við okkur þetta ótrúlega mikilvæga málefni Nordref. Ég er bara frábær samtök. Og gangið bara vel. Takk kærlega fyrir. Það er auðvelt að finna okkur. Við erum nordref.org. Við erum líka á Instagram. Ég myndi segja við séum skemmtilegust á Instagram. Ef við erum að tala einstakar samfélagsmiðla, þá erum við virkust þar. Og svo vil ég bara fá að þakka ykkur fyrir að gefa þessu mikilvæga samtali rými og setja á dagskrá. Af því að því meira sem við tölum saman, því klárari verður við saman. Algjörlega. Takk fyrir.